Komiði sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn. Eins og glöggir áhorfendur taka kannski eftir, þá ég ekki María Pálsdóttir, en ég heiti Ásthildur Ómarsdóttir og ég verð með ykkur í kvöld. En við fáum til okkar góða gesti og við ætlum að byrja á því að tala um kvennahlaupið. Nú, Brynja Guðjónsdóttir og Valgeir Páll Guðmundsson ætla að tala við mig um það og ég ætla að byrja í tilefni þess að skella mér í kvennahlaupsbólinn. Jæja, þá ég mætt í bólinn og þau Brynja og Valgeir eru mætt til mín. Velkomin. Takk fyrir það. Hvað segir mér um kvennahlaupið? Það á morgun, 13. júní. Og hvernig byrjaði þetta allt saman? Þetta byrjaði nú með öflugri konu, sem heit Lovísa Einarsdóttir, sem að fannst nú og vildi stuðla því að konur land allt helst myndu hreyfa sig meira. Og hún byrjaði ásamt fleiri konum í Garðabæ fyrir 31 ári, 1990. Og það gekk svo vel hjá þeim að það má vel að segja að þetta hafi verið mun meiri mætingar en ættu von á. Þannig að þessu var haldið svo áfram og svo hefur þetta þróast og í dag þetta orðið heljarnar hefð og sjálfsagt að allir taki þátt í kvennahlaupi, allar konur og stelpur og strákar og í raun og kallmenn og allir sem að hafa áhuga og vilja. En það var sem sagt upphaflega hugmyndin var að hreyfa sig, stuðla að því að hafa eitthvað miðburð sem konur gætu tekið þátt í og væri viljugur að koma og hreyfa sig. Og þetta eitthvað breytt í dag? Nei, í raun og veru ekki alltaf sama hugmyndin, en hún opin fyrir alla. Í dag öllum velkomin að taka þátt og þetta hefur breiðst mjög mikið allt landið og haldið á 80 stöðum á landinu og meira sér erlendis líka. Konur eru viljugur að taka þátt í erlendis og við sjáum þær í bólunum sínum taka þátt í hlaupinu erlendis, víða, Belgíu, Sviss, Danmörku, Bandaríkjunum, víða sko. Og ekki bara konur? Nei, alls ekki. Þetta upphaflega hugmyndi var náttúrulega fyrir konur og nafnið dreigði að því sem kvennahlaup, en þetta opið hlaup fyrir alla að taka þátt í, burt sér frá kyni eða aldri. Það frábært. Já. Og þeir eru kominar í nýja bóli og umhverfisvænna bóli, það ekki? Já, þessa flottu bóli. Og hvað kom til? Það eiginlega líka þróun sem að leiði til þess að við erum svona orðinu umhverfisvænni í hugsun og við vildum taka þátt í því. Og Sjóa hefur líka tekið þátt í því með okkur á sinn hátt. En okkar hlutur sá að við erum núna með 100% umhverfisvænan ból sem þá 100% lífræn bómull og 100% endurunnin plast. Og þetta útkoman með íslenskri hönnun. Hver var það sem hannaði þetta? Já, nú eiginlega stend ég á gati. En það var kona. Já, það var kona. Það var kona. Já. Og hvernig, Valgeir, hvernig tengist Sjóa á kvennahlaupinu? Já, við tengjumst þessu hlaupi með þeim hætti að þegar það fór á stað á sínum tíma, 1990, þá var leitað til okkar að koma að þessu hlaupi og við þáðum það og við glöðum geðu og höfum verið samstarfsaðilar raunar síðan, allt frá byrjunarinnar. Og raunar erum bara mjög stolt af því hjá Sjóa að vera svona, geta tekið þátt í þessu, styrt þetta og verið svona samstarfsaðilar eins og ég segi. Því að þetta nú bara í takt við það sem við erum að gera hjá Sjóa og tryggingunum að við erum að tryggja heilsu fólks og við viljum hvetja fólk til þess að hreyfa sig og konur að krakka að hreyfa sig og þetta góðu vettvangur til þess og þess að segja það gott framundan, góð spá, þannig að það engin, eins og sé, það geta allir mætt og hvetja allir til að mæta og hlaupa. Og þetta á mörgum stöðum á landinu? Já, þetta mjög víða og Þetta ekki bara í Reykjavík? Nei, alls ekki. Þetta 80 stöðum og nú ég akkurat stödd á Akureyri og þetta verður á morgun allt í kringum okkur, Eyjafjarðarsveit og Húsavík og Dalvík og víða allt land. Þannig að fólk getur kynnt sér sem sagt í raun og veru hvenær hlaupið byrjar og á hvaða stöðum það inn á heimasíðu kvennarhlaup.is að gera að nýta sér það. Það hægt að kaupa miða í hlaupið, eða ekki miða réttara sagt, heldur ból eða þáttöku. Þáttaka með bóli kostar 4.000 en svo hægt að sleppa því að kaupa bólinn og vera bara með þáttöku, það kostar 1.500 og það náttúrulega sama verð allt land. Endilega kynna sér bara klukkan hvað hlaupið fer fram, það aðeins mismunandi tími.
En 13. júní, er það einhver sérstakur dagur? Nei, þetta er nú bara hefðin sem hefur leitt til þess, sko. Já. Haldið alltaf á sama tíma. Ok. Og í raun og veru stæðsti, eða lang flestar konurnar taka þátt, eða þáttakendur hafa verið að taka þátt í Garðabænum, þar sem var svona upphafið. Það er lang flesti sem mæta þangað. Þannig það er gaman að því. Og hvað er það sem er slagorð kvennahlaupsins í ár? Það er nú bara alltaf sama grunnhugsunin, það er bara að taka þátt. Það geta konur og kallar, krakkar og allir. Þau geta hlaupið, þau geta labbað, vegalengdirnar eru mismunandi á milli staða. Þannig að en það er alltaf eitthvað sem allir finna við sitt hæfi. Og allir bara eru að koma og taka þátt á sínum forsendum. Þarna eru margir ætlir sem hafa verið að taka þátt og hlaupið byrja nú sýnist mér áður en þú fæddist. Já. Töluvert áður. Já, þannig að þarna eru konur sem voru með börni sín og þau börnir voru fullorðin og eru komið með börni sín núna. Þannig að það eru dætur og mæður og ömmur og allir sem taka þátt. Akkurat. Og hvað er það? Er það eitthvað meira sem hvert rennur allir þessu peningur sem er safnað? Hann náttúrulega er aðalega til þess að standa undir hlaupinu. Þetta er ekki hugsað sem ágóði. Þannig að gera fólki bara kleift, reyna að stilla verðin í hóf. Já, en þið hafið alltaf verið með buff, eða ekki? Jú, við höfum alltaf verið með buff og gefið buff á tengslu við hlaupið sem eru pakkaðin í plast og þetta höfum við afhent á keppendum eða þeir sem eru að taka þátt í hlaupinu. En nú hættum við því og frekar styrkum við UN Women í dag. Okay. Við erum svona eins og við erum að hugsa umhverfið og minnka plastið í þessu öllu saman. Þannig að það er svona okkar innlegg núna og þetta þróast alltaf svona ár frá ári. Við erum alltaf aðeins að breyta til eins betra og þetta gerum við í ár og vonumst til að mælist vel fyrir. En af hverju UN Women? Það var bara ákvörðun sem var tekin. Það var bara gott að hugsa í þá áttina eins og er. En auðvitað er þetta alltaf þannig að megin tilgangur síðan með þessu hlaupi er að fá sem flesta til að hreyfa sig. Það er megin tilgangurinn og láta gott að sér leiða í leiðinni. Það er auðvitað þessi hugsun að blanda þessu tvennu saman. Akkurat. Svo ef ég má bæta þess við að þá er annað sem er hjá okkur. Það verður ekki, á morgun verður ekki afhandar þáttökumedaljur eins og hefur verið. Það er líka partur af þessu umhverfisvænu hugsun. Því það hafa verið svona sumir hafa viljað og aðrir ekki, þannig að eftir hefur setið dálítið mikill ágangur og óþarfi að vera með þá sóun, sko. Þannig að bæði þessi umhverfisvæna hugsun er dálítið ríkjandi núna hjá okkur og fyrst skipti með bólnum og þáttökumedaljunu og buffinu og slíku, sko. Þannig en láta áfram alltaf gott af sér leiða. Akkurat. Þannig að sem skiptir rosalega miklu máli. Já, það er nú aðalatrið þessu. Aðalatrið er bara að fá sem flesta út til þess að hreyfa sig og hafa gaman að því og veðrið verður alveg frábært á morgun. Og við hvetjum alla til þess að mæta. Ekki spurning. Ekki spurning. Ég ætla allavega að mæta með bólinn. Ég er tilbúin, sko, komin í hlaupaskóna og í bólinn, þannig að ég er tilbúin. Nú er eins og sé eftir þetta COVID sem við erum búin að vera að takast á í síðustu vikur og mánuði, þá er þetta ekta tækifæri núna að byrja að hreyfa sig og þeir sem vilja geta koma að labba og það er engin skyldur að hlaupa, bara fer hver á sínu hraða. Akkurat. Þannig að það er enga tímamælingar, þannig að þetta er bara eins og ég segja að hafa gaman og hittast og hreyfa sig. Akkurat. Takk kærlega fyrir að mæta, Brynja og Valgeir. Takk sömuleiðis fyrir að bjóða okkur.